Og þetta nefnilega það sem sko, ég held að mesta hættan á hérna því að þetta er samþykkt einhvern tímann, það er unga kynslóðin. Alltaf þriðja kynslóðin sem rústar öllu. Nú heyrt það kenningu. Pappinn býr til fyrirtæki, svo kemur sonurinn og hann gerir það fínu og flottu, og svo kemur barnabarnið og rústar því. Við börðumst fyrir sjálfstæði. Tók okkur fleiri 100 ár. Og nú bara rústa þessu bara með einni helvíts atkvæðagreiðslu. Bara til þess að vera í fríðarklúbbnum og mannréttindi og regnboga. Þetta er dapurlegt. Það eru kannski 3-4 rök sem að oftast er haldið fram af jásinunum. Það er sko að taka upp evruna. Það muni styrkja gjaldmiðlinn og bæta viðskiptaumhverfið á Íslandi og lækka vexti. Og svo hef ég einnig heyrt að hérna, ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við losnað við alla þessi íslensku spillingu. Það talaðum að við munum að það muni lækka hérna vextir og allt verði miklu betra. Og ég spyr, veistu að það er mjög mikill vaxtamunur innan aðildarríkja Evrópusambandsins? Það er bara töluverður, sko. Það er ekki svo að séu hérna, bara sömu lágu vextirnir. Nei, það er sagan sem fólki har sagt af jásinunum. Það er bara hérna eru bara stýrivextir Seðlabanka Evrópu og síðan kemur bara eitthvað pínlítið onna og allir eru bara gutti með sama. En það er bara margra prósenta munur á til dæmis Litáen eða Hollandi. Það er ekki eitt og sama vaxtasvæðið Evrópusambandið eða evrusón. Sem að þýðir með öðrum orðum að það er engin ákveðin vaxtaprósenta sem að við getum vænst að fá með því að ganga inn í Evrópusambandið. Nákvæmlega. Byggir ekki á því. Byggir alls ekki á því. Það byggir á öðru, það byggir á stærð hagkerfisins, hvernig ríkissjóður getur fjármagnað sig á fjármálamarkuðum og hvernig áhættan er metin með við samsetningu hagkerfisins. Er þetta stólar þetta á mikið að fá stóðir og það gerum við. Þannig að við getum alveg reiknað með því garanterað að ef við tökum upp evru að þá munum við vera með eitt hæsta vaxtastig innan Evrópusambandsins. Við gætum hugsanlega, ég er búin að reikna þetta fram og tilbaka, grætt 1 eða 2 vaxtastig. En á móti náttúrulega missum við þetta stjórntæki sem er eigin gjaldmiðill og það eru lönd í Evrópusambandinu, Tékkland og Svíþjóð til dæmis sem hafa kosið að taka ekki upp evru og það er ástæða fyrir því. Varandi með gengið og tryggingu fyrir gjaldmiðlunum. Það er rosalega stór umræða vegna þess að menn halda og stilla þessu gjarnan svona upp annarkvort flögt og óryggi og króna eða öryggi og evra. Já, fyrsta lagi þá náttúrulega sko, er ekkert víst að við komist inn í evrusvæðið. Byrjum þar. Við þurfum að vera með okkar á hreinu og til þess að lækka verðbólgu, menn segja það líka, tökum evruna til þess að lækka verðbólgu. Til þess að komast inn í evru gengið, þá þarf þetta að vera búin að lækka verðbólguna. Þannig að þetta eru svolítið hringarök, sko. Akkurat. Við þurfum að gera það sjálf. Já, og ef við getum lækkað gengið, verðbólguna, getum við þá ekki bara gert það einu og sér og jú, við getum það. Skýrsla upptöku evruna sem var gefin út á fjármálaráðuneytinu daginn og það er þetta sagt bara svona undir rós að ef við tökum upp evru að þá verða launin að verða samkeppnishæf og það er þetta sko justera það með genginu en ef þú ferð inn í evruna þá er ein leið eftir og það er að hreinlega lækka þau og þetta mun gerast ef við tökum upp evru. Svo skrítið að fólk sjá ekki sko því að það er mikið talað um að þegar við förum til tenni eða eitthvað til Evrópu að þá sjáum við bara hvað það er miklu ódýrara í súpermarkaðnum þar og þetta er svo óréttlátt það er alltaf ódýrara í útlöndum og við þurfum að súpa sig því það er alltaf rándýrt á Íslandi og fólk er að reyna að benda á þú verður samt að taka inn í þetta dæmi sko, hlutfall af ráðstöfunartekjum af því að það eru miklu hærri laun á Íslandi og ef þú ætlar að fá vöru og þjónustu á sama verði hér á Íslandi eins og í Evrópu þá þarftu að gjöra svo vel að lækka launin það bara segir sér sjálft og fólk virðist ekki vilja skilja þetta. Nei. Þú ferð á búlluna hérna í Reykjavík að fá þér hamborgara þá er þar strákur sem er í hlutavinnu með verslunarskólanum býr heima á mömmu og pappa og hann er með 650.000 krónur í laun á mánuði
Þegar þú færðir hambúrgara niður á tenni eða eitthvað staðar niður í Evrópu, að þá kallinn sem að flippa borgarunum fyrir þið þar. Hann sko í fullri vinnu, hann býr ekki heima á mömmu og pappa, og hann með 150.000 krónur í laun á mánuði. Ja. Þá ekkert skrítið að hambúrgarinn sé aðeins ódýrari þar, heldur en á Bullunni í Reykjavík. Þetta augljósa dæmi virðist einhvern veginn sitja svakalega í jásinunum sem að vil ekki einhvern veginn heyra þetta eða sjá. Svo er fleiri atriði eins og til dæmis, hvað eru allir þessir pólverjar 20.000 að gera þetta? Nema út af því að hérna eru sko hæstu lágu launin í Evrópu ef ekki þó víða væri leitað. Það er bara staðurinn. Og hæstu atvinnuleysisbæturnar líka. Já, og svo framvegis. Þannig að þú veist, þetta verða menn að líta á allt í samhengi. Þannig að sko kaupmáttur launa hérna er með því betra sem gerist. Þrátt fyrir þess að slæmi krónu. Og það mun vestna ef við tökum befru. Það er bara hagfræðileg staðrind. Já, það er bara, ef við tökum befru, þá það sem mun þá gerast er að hlutnir hætt að vera ódýrari þegar þú fer til Evrópu. Þeir verða bara jafn dýrir hér. Dýrari. Já, af því að þú þetta lækka launin hérna, sko. Þetta verður, þannig að ég vil nú frekar hafa, sko, geta notið þess að fara til útlanda og allt ódýrara þá, heldur en að verði einhvern veginn bara allt jafn dýrt. Það er alveg. Tökum hérna eitt sem sér íslenskt náttúrulega, fiskveiði dæmið, sem ég ætla að einmitt að vara fólk við að fara að kíkja í pakkan. Út af því að við erum í EFTA og hérna Evrópska efnahagssvæðinu. Við fengum undanþágu varðandi með það að það eru lög á Íslandi sem kveða á það að eign á sjávarútvegsfyrirtækjum þurfi að vera í eigu íslenskra ríkisborgara. Og þetta er almennt bannað í Evrópusambandinu. Mátt ekki mismuna eftir þjóðerni. En við fengum þessa undanþágu vegna sérstöðu íslensk sjávarútvegs. En ég veit ekki hvort það var viljandi eða bara klikkaði eitthvað í samningarnefndinni hjá Evrópusambandinu, en þetta virkar ekki í hináttina. Þess að Íslendingar mega eiga í spænskum og þýskum og dönskum sjávarútvegsfyrirtækjum, útgerðum. Þetta þykir jásinnum alveg vera argast á ósvinna. Þeim finnst það svo ósanngjarnt að íslenskir útgerðarmenn geta átt eitthvað og þeir vilja endilega að það verði öfugt, sko. Við erum alltaf að græða á þessu. Við erum að græða á þessu. Og trúðu mér, ef við opnum pakkan, það muni enginn í Evrópusambandinu, nema kannski samningarnefndin bara til þess að leggja þetta, en það var aldrei samþykkt af einstakar ráðherrum, að Íslendingar geti keypt fyrirtæki í sjávarútvegi í Þýskalandi, en þýska fyrirtækið megi ekki kaupa hluti í Samherja. Það mun dett út. Trúðu mér. Það munum bara missa þau hlunnindi. Voilà. Það er að kíkja í pakkan. Já. Og heldur að að við séum í raun og vera að tefla því sem við höfum í EES-samningnum í hættu. Já, þessu leyti. Ég meina, það er bara ekki vafi í mínum huga að það munu sjávarútvegsráðherrarnir og þingmenn og almenningur og hagsmunaaðilar innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu mun segja, af hverju mega þeir fjárfest í okkur en við ekki þeim. Þetta er bara lógist, ég er sammála þessu. En við fengum þessa undanþágu og við höfum bara að vera þæg og góð og þegjum þetta. Síðan er það að það sem hefur breyst í Evrópusambandinu er að upprunarlega voru nánast öll mál, eða allavega öll mikilvæg mál, með vító eða neitunarvald. Og það er systematískt búið að vera að þrengja að þessu neitunarvaldi. Og komið annað sem heitir svona hlutfallslegt atkvæðavægi eða qualitative majority voting. En það er ekki neitunarvald í Evrópuþinginu, það er ráðherraráðið, eða ekki? Jú. Og málið er að þetta QMVAF, það virkar þannig að þú voru að hafa 65% íbúafjöldana á bakvið til þess að samþykja mál. Þannig að þú veist, stóru ríkin geta komið í rauninu öllu í gegn. Og lítil ríki, svo stóðu sér að neita einhverju að segja að þetta er ekki okkar hagsmunir, þá er þetta QMVAF-kerfi hanna til þess að sniðganga það að lítil ríki eins og Malta sé að halda málum í gíslingu. Sífellt fleiri mál eru að fara inn í þessa atkvæðagreiðslu. Og ef það minnkar og meira sér á von der Leyen og fleiri hafa talað fyrir því að hreinlega bara afnema neitunarvaldið algjörlega. Það verður að vísu svolítið erfitt, en eins og sé, þetta er vilji framkvæmdastjórnarinnar. Þú meinar að sko, ráðherrarnir 27, þeir hafa mismikið vægi af því að það fer eftir í hversu stór íbúafjöldi er á baku hvert ráðherra. Nákvæmlega, það virkar þannig. Svona mjög einfölduðu máli.
Og svo er núna eiginlega stemt að því bara að afnema algjörlega að það skiptir ekki máli þó að það sé ekki öll ríkin að samþykja. Nei, bara hafa sem flesti í þessu QMF-kerfi, sko. Já. Og ef að sem sagt, segjum að mörg mál, kannski flest mál, fara inn í þetta, þá skiptir engum mál þá lítið landis og Ísland sé við borðið. Við getum ekki varið okkar hagsmuni að inni. Neitunarvaldið var eina grunnstóðum Evrópusambandsins. Það var einmitt hannað þannig að það er ekki að þvinga einhver upp á eitt ríki. Það var svona Svo föttuðu að þetta var ekki virka alveg nægilega vel, þannig að Já, Malta gat haldið öllu hínu í gíslingu pínulítið land, sko. Og byttu, það er ekki nóg með það, heldur í framkvæmdastjórninni, það sita núna 27 framkvæmdastjórar, og það er alveg staðreynd að þeir eru allt og margir, og það er talað alveg fyrir því núna, alvarlega, að fjölga ekki framkvæmdastjórunum þó að fjölgi innan Evrópusambandsins. Já. Þetta koma frekar á svona hringekju, sko. Já. Og jafnvel fækka þeim. Já, ég skil. Þannig að þá fáum við kannski ekki einu sinni framkvæmdastjóra, kannski Ekki nema bara nokkar ára fresti. Já, Hvað ályktanir dreifðu þú? Hver er svona hvati þessa fólk sem að fer fyrir þessu? Ég held að það eru tvær ástæður kannski fyrst og fremst. Fyrsta lagi þá komast inn í klubbinn sem ráðherra eða fyrirverandi þingmaður Íslendinga, atvinnustjórnmálamaður, að það er þetta revolving door í Evrópusambandinu. Það er mjög lukratíft, sko, virkilega. Það er svona eitt af þessu. Hitt er, held ég að sé bara hreinlega vanþekking, sko. Að til dæmis eins og ég átti viðtal við í matarboði fyrir nokkru, fyrirverandi ráðherra og stóran og merkan hagfræðing. Ég spurði þá bara, vitið þið hvernig útlutunarreglur fiskveiði stjórnunarkerfisins Evrópusambandsins virkar? Nei. Það eru menn sem, þú veist, ætti að vita þetta. Og ég held nefnilega að það er bara mjög grunn. Ég held hún sé það nefnilega almennt, sko. Og það er ekki skrítið. Ég get lýst Evrópusambandinu fyrir þig í einu orði, flókið. Og það er engin einn maður sem hefur fullan skilning á því. Flestir hafa yfirborðsskilning og í rauninni þarftu að vera sérfræðingur. Það er ekki nóg verið á sér lögfræðingur, þú þarft að vera sérstakur lögfræðingur í Evrópurétti, þú þarft að vera með bara sérþekkingu á stjórnkerfi Evrópusambandsins til þess að rauninni geta tjáð þig það að einhverju viti. Þú veist, ég geta að vissu leyti vegna þess að ég er markaðshagfræðingur og sérmenntaður í innri markaði Evrópusambandsins og er núna búin að liggja í fleiri mánuði bara yfir öllum þessum lögum, reglum og skrifa heila bókum það. En ég get sagt þér það að ég var auðvitað bara eins og lang flestir. Ég hafði álita á Evrópusambandinu áður en ég fór í þessa vegferð. Hafandi lært í Evrópusambandinu, búið í Evrópusambandinu og verið með sérmenntun á innri markaði Evrópusambandsins sem hagfræðingur. En ég hef ekki hugmynd hvað þetta snerist í raun. Og það er staðreynd, finnst mér, að eftir því sem menn kynna sér þetta betur, sérstaklega hér á Íslandi, þeim mun meira afhuga verða þeir Evrópusambandinu. Og svo er þetta bara spurningum líka, eins og ég held að Þorgerður Katrín sé svolítið föst í gjaldmiðlamálinu. Þetta er rosalega catchy, auðveld kosningalofvörð, tökum upp evruna, lækka hér vextir. Leysir allan vanda. Já, og þetta er rosalega stilt upp sem annarkvort eða svart hvítt, sko. Þú veist, ef við höldum krónunni, þá er allt hér í rugli, ef við tökum upp evruna, þá er bara gutt í gæðin, sko. Og hún keyrir, allavega síðasta sem ég heyrði í henni þegar hún var að tala í kosningabaráttunni, þá var þetta rosalega mikið þetta. Stefnum á Evrópusambandið, upptöku evrunar og þá munum við leysa flest okkar hagfræðilegu vandamál. Fyrir komandi kynslóðir, börnin. Já, það var bara losna við þess að leiðinda krónu og vesennið og óstjórn hér í. Og svo varandi með verðbólguna, ég tók hann ekki alveg á þann, hún er líka mjög mismunandi í Evrópusambandinu. Þú veist, fólkið í heitapottinum heldur bara, já það er bara, þú veist, með eitthvað svona meðaltal sem að gefið upp, sko. Nei, það getur verið, sko, minnir að sé Malta frekar en Litáin sem er með sömu verðbólgu og við og svo fer þetta alveg niður. En vandamálið er með verðbólguna okkar, hún er rosalega mikið innlend. Fyrsta lagi var náttúrulega alls konar þættir aðrar heldur en gjaldmiðillinn sem að stjórna því. Stríð, verð á olíu og svo framvegis. En það sem við erum með erum alveg sérstakt tæki sem að heitir verðtrygging. Og það er engin í Evrópusambandinu eða Seðlabanka Evrópu sem kemur með einhvern mekanisma um það að nú eru þið búin að taka upp evru, þá verið þið að afnema verðtrygginguna. Það fylgir ekki.
Það er algjörlega sjálfstæð ákvörðun sem við erum að taka á Alþingi og við getum tekið hana núna. Við getum afnumið hana, við getum líka breytt í hvernig verðbólgan er reiknuð. Tekið út eða minnkað húsnæðiskostnaðina því að þetta er ringur, sko. Þú veist, ef að verðbólgan hækkar, að þá hækkar lánið og húsalegan sem aftur hækkar verðbólguna. Þannig að og þetta er að breyta þessu bara með einni ákveðinni lagabreytingu. Og stýrivextirnir, þeir býta ekki Nei, svo rætt að gera af því að við erum með verðtryggingu. Já, nákvæmlega. Og við erum eina landið, held ég, í heiminum sem eru með þessa verðtryggingu. Og svo er náttúrulega hækka, sko, vextir eru hugsaði þannig á flestum stöðum annar staðar að þeir hækka áborgunina, ekki höfuðstólinn. En hjá okkur hækkar alltaf höfuðstólinn. Þannig að þetta er allt saman atriði sem við getum bara lagað hérna heima. Bara þarf að vera pólitísku vilji til þess.